Birgir, fyrsta æfing búin, hvernig var þetta? Bara fínt, rigning, svolítið svona heimalegt en bara mjög fínt. Þrjumur og eldingar hérna, voru það eitthvað nálægt ykkur? Nei, við vorum ekkert að, það var ekkert að trufla okkur, þannig að það var bara fínt. Hvernig metur þú möguleikann á fimmtudaginn? Þetta er náttúrulega gríðarlega sterkt lið, þó að við höfum unnið á heimavelli þá ég vona ekki að fólk sé með það væntingar að við eigum að vinna þennan leik. Náttúrulega 1 stig væri náttúrulega frábært fyrir okkur, en svo allt upp úr því held ég að verði bara að vera bónus. Þeir eru náttúrulega með baki upp við vegg og svona með alla pressun á sér, þannig að það geti kannski hjálpað eitthvað? Jú, við erum rólegir, við erum efstir og höfum bara mjög gott og erum búin að vera að spila mjög vel, þannig að ég held að bara sjálfstraustið er alveg mjög gott í þessum hóp og ég held að við förum bara í einu leik með sama hugafar og síðasta leik á móti þeim. Þannig að eins og ég segi, það er 3 stig ekki eitthvað sem við eigum að gera en náttúrulega bónus. Áttu náttúrulega frábæran leik á móti þeim heima, þurfa að eiga betri leik hérna til að taka 3 stig aftur? Já, ég held að við þurfum að matcha hann allavega. Það þurfum náttúrulega allir að vera 100% í þessu leik til að við ætlum að fá eitthvað úr honum, þannig að við erum búin að vera að spila mjög vel í allir keppni, þannig að ég veist ekki að allir séu bara klárir í þetta. Liðið náttúrulega í þeirri stöðu að leiða riðilinn, aldrei kannski verið í þeirri stöðu áður. Finnur eitthvað svona mun á stemningunni í hópnum, eru menn bara rólegir? Nei, ég held að allir séu bara rólegir. Við erum með frábæran hóp og frábæran móral í hópnum, þannig að það breytist ekki þó við erum efstir eða neðstir. Þú veist að skipta liðið í sumar, Basel byrjaði vel, hvernig líkaði lífið þarna? Bara mjög vel, ég er bara búinn að byrja mjög vel þó að við höfum ekki komist áfram í meistaradeildinni, þá erum við búin að byrja mjög vel, ekki búin að tapa leik, þannig að ég hef það bara mjög gott þar. Fyrir þá sem sáðu á leikið voru þið náttúrulega bara hrikalega opnir að fara ekki áfram, var þetta ekki sárt? Jú, alveg rosalega, allavega eins og leikurinn var, þá ef við horfum á tölunar úr leiknum þá er þetta alveg ótrúlegt að við höfum ekki farið áfram. En náttúrulega þetta var mjög svekkjandi í nokkra daga og svo þurfum við bara að hugsa fram á við og gera það vel bara í Evrópukeppni. Náttúrulega risastórt félag og kannski stærra félag en margir Íslendingar áttu að sjá? Jú, alveg, þetta er alveg gríðarlega stórt félag út í Evrópu og ég er bara mjög ánægður að koma þangað og bara sé fram á við.